Góðan daginn öll sömul, það ánægilegt að vera með ykkur hérna í dag. Erindi mitt fjallar persónuvernd og internet allra hluta, sem morgun kannski búin að dálítið langur og krefjandi fyrir suma. Þetta er búin mjög áhugavert fyrir mig, ég náttúrulega hef ekki þennan bakgrunn en mjög áhugavert, en eins og þið vitið þá lærir maður best milli 10 og 12, þannig að ég ætla bara að reyna að vinda mér í þetta. Nú efnistökin verða þá í grófum dráttum þau að við ætlum að ræða internet og things og af hverju við ræðum persónuvernd í því samhengi. Gilda íslensk persónuverndarlög internet og things? Það er spurning. Við munum aðeins fara yfir nýja Evrópulöggjöf. Síðan mun ég aðeins kynna fyrir ykkur tillögur sem að gerðar hafa verið til internet og things ábyrgðaraðilar og síðan munum við kannski komast að því hvort að það sé mögulega hægt fyrir fyrirtæki í allu því reglufargani sem ég á eftir að fara yfir að ná ákveðnu samkeppnisforskoti. Nú, persónuvernd, þannig að þið hafið smá bakgrunn hér, að þá persónuvernd sjálfstæð stofnun með sérstaka stjórn. Persónuvernd heyrir stjórnarfarslega undir innanríkisráðherra en stofnunin sjálfstæð í störfum sínum og úrskurði stjórnar persónuverndar endanleg niðurstaða máls í stjórnsýslunni. Nú helstu hlutverk eins og þið sjáið hérna á glærunni að það að hafa eftirlit með persónuverndarlögunum og það í rauninni, það felst í því að kanna hvort að einkalífsréttur fólks sé virtur og eins að annast eftirliti með öryggi í tengslu við vinnslu og meðferð persónuupplýsinga. Síðan fylgist persónuverndar með þróun persónuverndarmála í Evrópu og hún hefur heimild til þess að geta tekið að sér frumkvæðismál svokölluð, hafið mál sem á ein frumkvæði, hún telur eitthvað þurfa að skoða og síðan höfum við leiðbeinandi hlutverk og það má segja að við séum talsmaður persónuverndar landsmanna. Nú, internet og things og af hverju persónuvernd. Eins og flestir í þessum sal vantarlega vita að þá vísar hugtakið internet og things til grunnkerfis þar sem að milljarðar skynjara innbyggðir í algengan hversdagslegan búnað. Við erum búin að fara aðeins yfir þetta í morgun. En þetta þannig að hlutirnir sem slíkir eða hlutir tengdir öðrum hlutum eða einstaklingum hannað til að taka upp, vinna úr, geyma og flytja upplýsingar og eiga samskipti við annar búnað eða kerfi í gegnum neytendan búnað. Þetta heilmikil tækni. Þar sem internet og things reiðir sig á víðtæka vinnslu upplýsinga í gegnum þessa skynjara þá internet og things nátengt hugmyndin alltumlíkjandi tækni. Nú, það sem að gerast núna það að internet og things hagsmunaaðilar stefna að því að bjóða upp á ný forrit og þjónustu í gegnum söfnun og sameiningu þessar upplýsinga einstaklinga og hvernig, jú, það annaðhvort einungis til þess að mæla upplýsingar tengdar umhverfi notandans, nú eða til þess að skoða og greina venjur hans og þá fara viðvörunarbjöllur persónuverndar að hringja. Því hér getur verið að ræða vinnslu upplýsinga sem tengjast tiltekinni eða greinanlegri manneskju og því fellur þessi vinnsla undir hugtakið persónuupplýsingar samkvæmt persónuverndarlögunum. Og þegar þær upplýsingar sem hér ræður geymdar í fjarska þá hægt að deila þeim með öðrum aðilum og stundum án þess að notandinn sé meðvitaður. Og í þessu tilfellum þá nánari miðlun upplýsinga lögð á notandann án þess að hann geti komið í veg fyrir hana nema hann geri óvirka starfsemi búnaðarins. Og afleiðing þessa að internet og things getur sett tækjaframleiðendur og samstarfsaðila þeirra í þá aðstöðu að þeir geti byggt upp eða haft aðgang að ítarlegum notendagögnum eða jafnvel útbúið gagnagrunna notendur. Þannig að internet og things skapar hagkvæmni, vissulega, en að sama skapi þá ekki hægt að líta fram hjá áskorunum í sambandi við friðhelgi einkalífs og það stjórnarskrárvarinn réttur. Þannig að þróun í internet og things fylgja því nýjar og töluverðar áskorunar á sviði persónuverndar og það má jafnvel ganga samt svo langt að segja að ef ekki verður skapaður rammi vissa þróun hér, þá gætu sumir hönnuðir internet og things búið til tegund eftirlits sem þess eðlis að hún teljist óheimil samkvæmt Evrópurétti og þar af leiðandi íslensku rétti. Internet og things vekur einnig mikilvægar öryggisspurningar og það sem að öryggisbrestum fylgir töluverð áhætta fyrir friðhelgi einkalífs þeirra einstaklinga sem að upplýsingar unnar. Samkvæmt frétt frá
leitarmiðli, frétta netmiðli 23. janúar síðastliðinn að þá því haldið fram að öryggi internet og þings sé svo slæmt að það sé til dæmis til leitavél sem sérstaklega hefur það markmið að finna fólk við viðkvæmar aðstæður. Þannig kynnti leitavélin Sjódan nýlega leið fyrir notendur til að geta fylgst með börnum sofandi í vöggum. Jú, af hverju? Vegna þess að foreldrarnir að fylgjast með þeim gegnum óvarðar vefmyndavélar á heimilunum sínum. Þannig í dag það eru líkur fyrir því að sú eftirlitstækni sem internet og þings býður upp á sé ekki varin fyrir óviðkomandi. Heimili fólks og einkalíf því orðið berskjaldara en áður. Það má benda við að samkvæmt svokölluðum Eurobarometer sem birtu var á vegum Evrópusambandsins í júní síðastliðnum að þá hafa 70% íbúa í Evrópu áhyggjur af því að verndun persónuupplýsinga og tækniaðild sé alls ekki nægileg. Þetta mat var framkvæmt í mars á síðasta ári og með 28.000 svona í rauninni andlit til andlits viðtölum í Evrópu, þannig að þetta svona þokkalegur massi sem þarna var undir og þarna sögðust til dæmis 6 af 10 bara hreinlega ekki treysta netfyrirtækjum, símafyrirtækjum og netþjónustufyrirtækjum. Það er dálítið sláandi niðurstöður, en ég reyndar nokkuð viss að þessi niðurstaða yrði öðruvísi hjá fyrirtækjum sem kenna sér þau persónuverndarmálefni sem þarf að kynna sér til þess að allt gangi hér upp. Hér þarf ég að kynna til sögunar svokallaðan 29. greina vinnuhóp. Hann heitir Article 29 Working Party hann kallar í Evrópu. Þetta sjálfstæður ráðgjafarhópur persónuverndarmálefni sem að samanstendur af fulltrúum allra persónuverndarstofnana í Evrópu og Ísland, Noregur og Liechtenstein fá að vera þarna með á grundvelli EES-samningsins okkar. Nú í ljósi meiri háttar áskorana á sviði persónuverndar vegna internet og þings þá gaf vinnuhópurinn út álit þetta árið 2014 og það var gert til þess að tryggja samræmda beitingu Evrópulöggjafar á þessu sviði í Evrópu til þess að tryggja, persónuvernd einstaklinga. Þannig að efnistök mín hér byggja miklu leyti á þessu áliti. Í álitinu eru teknar þessar 3 helstu tegundir af internet og þingstækjum sem þið sjáið hér uppi, klæðanlegur tölvubúnaður, magngreinandi sjálftækni og heimilissjálfvirkni. Þetta eru allt tæki sem hafa beina tengingu við notandann og þetta eru tæki sem nú þegar eru í notkun. Og allt þetta tæki sem að ógna persónuvernd einstaklinga. Það sagt að í rauninni meginreglur og tillögur álitsins geta gilt síðan aðra tækni að breyttu breytanda eins og sagt bara þannig að það sé ljóst að ég ekki algjörlega þröngva að takmarka mig við þessa 3 í rauninni þessi 3 atriði sem nefndir á glærunni. Nú klæðanlegu tölvubúnaður, við erum að tala til dæmis úr og gleiru og þarna hægt að setja inn skynjara til þess að auka virkni þeirra. Og það hægt að setja upp myndavélar og hljóðnema og skynjara sem geta tekið upp og flutt gögn frá framleiðanda tækisins. Og hér má nefna sem dæmi, svo var nýlega sagt frá í fréttum að ef þið notið snjallsíma leigubílafyrirtækið Uber, að það mælir fyrirtækið hraða bílsins út frá snjallsímanum sem pantaðan. Og þetta sett í gagnagrunn fyrirtækisins og merkt bílstjóra leigubílsins. Þannig að við erum að tala hérna eitthvað sem að efni og upplýsingar sem þriðji aðili geta haft aðgang að og mjög oft án vitneskju notenda. Í öðru lagi þetta magngreinandi sjálftækni og það eru hluti sem eru hannaðir til að vera notaðir einstaklingum sem vilja skrásetja upplýsingar venjur sínar og lífstíl. Og við Íslendingar erum dálítið góð í þessu, við tökum ákveðin æði og það verið að telja skref og það verið að telja brennslu á kaloríum og þannig að þetta gott og blessað, en það vill bara svo til að sum þessara tækja eru notuð til að mæla heilsutengd viðmið hjá einstaklingum, en þau geta veitt framleiðendum tækjana og þjónustuaðilum mun meiri heilsutengdar upplýsingar notendan en hann sjálfur veit að verið að afla. Hann ágætt að hafa þetta hugfast. Og síðan erum við í rauninni komin að kannski áhugaverðasta hlutanum hér, þessari þróun sem hefur verið nefnt hér fyrir í morgun, sem þessi heimilissjálfvirkni, Domotex. Og það í rauninni, þar hringja bjöllurnar sem að okkur á rauðarústignum ber að gæta hæst. Vegna þess að þarna erum við komin með tæki og nema á heimilið og þessi tæki að mæla venjur þeirra sem þar búa. Þessi heimilissjálfvirknistæki eru flest með stöðuga miðlun gagna í gangi og geta flutt þessi gögn til framleiðanda vörunar. Eins og fyrirlestari komað áður, það síðan verið að búa til fleiri upp og hvað vitum við hvaða virkni þau geta haft.
En sem sagt, hér eru heimilin okkar undir og í þessum flokki internet og þings því að ræða helstu ógn við persónuvernd og friðhelgi einkalífs. Sumar þeirra áskoranir sem tengjast internet og þings eru ekkert nýjar að nálinni. Það oft verið að tala öryggi á netinu bara sem slíku. En þegar litið til internet og þings og þeirra gífurlegu aukningar á vinnslu upplýsingar sem því tengjast, þá eykst vægi þess að fari sig að lögum persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Ef og væntanlega þegar internet og þings verður orðið allt umleikjandi, að þá mun það hafa áhrif á alla, bæði einstaklinga og fyrirtæki. Samtenging hluta býður upp á nýja möguleika til áhrifa og til miðlunar og vinnslu persónuupplýsinga. Að sama skapi býður þetta upp á nýjar áhættur. Til jafns við það sem fyrir eru, varðandi upplýsingaöryggi, friðhelgi og vernd persónuupplýsinga sem nauðsynlegt að huga að. Alvarleiki og líkur á sérhverri áhættu veltur á því samhengi, aðstæðum og tilgangi sem við á hverju sinni. Þetta eru misjafnlega persónulegar aðstæður en það eru ansi margar sem hægt að hafa aðgengi að. Og þessi staða gerir það erfiðara að greina og meta kannski nú í dag allar þær hættur sem eru til staðar fyrir friðhelgi og persónuvernd, en nægar eru það þó. En eins og ég sagði áðan að þá mun internet og þings byggjast á öllum þessum milljörðum skynjara sem meðal annars safna á miðla upplýsingum einstaklinga og lífeðlisfræðilega atriði þeirra og skynjarar verða í mun fleiri tækjum og búnaði heldur en áður hefur verið. Og þessi mikla fjölgun snjallra hluta mun leiða til gríðarlegar aukningar í söfnun og vinnslu persónuupplýsinga. Og þegar upplýsingum safnað einn einstakling frá ólíkum kerfum og búnaði, að þá getur orðið auðveldara að persónugreina viðkomandi og finna út auðkenni hans. Það skiptir mjög miklu máli að upplýsingar notanda séu í samræmi við upphaflegt samþykki og upphaflega fræðslu. Að því að upplýsingar sem að notandi alveg tilbúin til þess að deila til þess með einum aðila, hann kannski alls ekki tilbúin að deila með öðrum aðila. Og því þurfa internet og þings ábyrgðaraðilar að vera vissur að vinnsla persónuupplýsinga fari í samræmi við upphaflegan tilgang vinslunar og að notandunum sé þetta allt ljóst. Og þá það síðasti punkturinn hér sem þá sjálfvirk ákvörðunartaka og hún getur leitt til þess að einstaklingurinn missir raunverulega völd yfir upplýsingunum sínum og stjórnar ekki lengur sjálfur hvaða upplýsingar hann eru unnar og af hverjum. Og eitt meginhlutverk internet og þings að gefa ákveðnum hlutum einhvers konar sjálfræði til ákvörðunartöku. Og það að notandi upplifi að hann hafi misst stjórn á upplýsingum sínum eða hafi í raun og veru misst hana, hefur mikil áhrif á ólíka þætti í hinu daglega lífi einstaklingsins. Þar að leiðir að stjórn yfir upplýsingunum sem einstaklingurinn ætlast til að setja til staðar, að það verður lykil atriði þegar kemur að því að byggja upp traust notenda til internet og þings. Þá ætlum ég aðeins að setja okkur inn í ramman af því að það þarf alltaf að vera ykkur rammi alla hluti og rammin hér eru Evrópulög persónuvernd og það er íslensk lög persónuvernd. Evróputilskipunin sem í gildi frá árinu 1995 og íslensku lögin sem byggja á henni eru frá árinu 2000. Þessum lögum hefur báðum verið breytt en persónuverndarlöggjöf annarra ríkja í Evrópu byggja semst á þessari sömu löggjöf og þau eru almennt efnislega sambærileg við íslensku löggjöfina þó að það geti verið ykkur örlítill brigðamunur. Nú persónuverndarlögin gilda vinnslu persónuupplýsinga á vegum ábyrgðaraðila sem hefur svokallaða staðfestu hér á landi. Og þá verður vinslan að fara fram í EES eða á EES-svæðinu í aðildarríki stofnsamnings EFTA eða í landi eða á stöðum sem persónuvernd auglýsir í stjórnartíðindum. Vinnsla persónuupplýsinga þarf semst að fara fram í tilteknum löndum eða ákveðnum stöðum til að falla undir landfræðilegt gildissvið íslenska persónuverndarlaga. Og með staðfestu, sem ég nefndi áðan, það áttu virka og raunverulega starfsemi með föstu rekstrarformi, með föstu fyrirkomulagi, óháðu rekstrarformi. Til dæmis hvort sér að það útibúið eða dótturfyrirtæki. Og þetta ástæðan fyrir því að persónuvernd hefur getað úrskurðað í máli erlendra aðila eins og til dæmis Google nýlega. Vegna þess að Google móðurfyrirtæki hefur stofnað íslenskt félag og er með íslenskan starfsmann og þar með Google félagið hér talið hafa staðfestu hér á landi. Nú, lögin gilda einnig vinnslu persónuupplýsinga þótt ábyrgðaraðili hafi hvorki staðfestu í Íslandi né í öðru ríki EES eða ESB ef hann notar tæki eða búnað sem hér á landi. Þetta er svolítið áhugavert í rauninni. Þannig að skrefamælar í armbandsúrum tengdur heimilisbúnaður eins og reykskynjarar, gasmælar, öryggiskerfi, gleraugu og annað fellur hér undir.
Nú, hver telst ábyrgðaraðili? Þetta gríðarlega mikilvægt atriði og ábyrgðaraðila hér mjög mikil. Mörgum þetta ekki ljóst. Og það nauðsynlegt að ákvarða hlutverk ólíkra hagsmunaaðila þegar kemur að vinnslu persónuupplýsinga til þess að skilgreina lagalega stöðu þeirra. Það að segja, við í ákveðnu samningsréttarsambandi að tala raunverulegan ábyrgðaraðila sem ber ábyrgð á vinnslu persónuupplýsinga samkvæmt persónuverndarlögum eða við að tala einhvern sem gerir það ekki. Og svar við þessu ræður svo aftur því hvar viðkomandi fyrirtæki hefur staðfestu og svo hvaða lög lands gilda. En hér þessi hópur, hann ólíkur og við getum verið að tala framleiðendur búnaðar, við getum verið að tala samfélagsmiðla, hönnuði smáforrita, appa og aðra þriðju aðila. En rétt þess að halda viðfangsefninu að þá minni ég á að hugtakið persónuupplýsingar að það í rauninni nær til allra upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings. Og þá rétt að vekja athygli á því að það getur einnig verið svo að hægt sé að greina einstakling þótt að gögn séu dulkóðuð. Og þetta staðan vegna þess að í ljósi þeirrar umfangsmiklu sjálfvirku vinnslu sem að Internet of Things hefur í för með sér, að þá í rauninni mjög oft í dag hægt að gera ópersónugreinlegar upplýsingar persónulega greinlegar á ný. Fyrir þá sem að teljast Internet of Things ábyrgðaraðilar, þá þarf að viðkomandi að afla upplýst samþykkis einstaklinga þegar ábyrgðaraðili geymir eða fær aðgang að upplýsingum sem vistaðir á tæki eða búnaði sem tilheyrir Internet of Things. Til dæmis upplýsingum sem að bera kennsla á snjalltæki eins og fótspor. Nú, öll vinnsla persónuupplýsinga þarf að byggjast á einhverju heimild til vinslunar og þá eru komin að lögunum. Og það ákveðin ákvæði í persónuverndarlögunum sem að helst þarf að skoða, það 8. greinin og 9. greinin. Og það sem að aðalega efnislega ræða það að vinnsla þarf að byggja á samþykki notanda og eða þá að hún nauðsynleg til þess að uppfylla samning sem hinn skráðir aðilega að eða þá að vinslan nauðsynleg til að gæta lögmætra hagsmuna þar sem að vinnur með upplýsingarnar eða þriðja aðila sem að upplýsingunum miðlað til svo lengi sem að vinsla gengur ekki gegn grundvallarréttindum hins skráða. Þegar kemur Internet of Things allra hluta að þá margt sem að getur farið gegn grundvallarréttindum einstaklinga í ljósi samkeyrslu og samtenginga möguleika sem ella hefur ekki verið til staðar nema einmitt vegna Internet of Things. Nú síðan það þannig að í 7. grein persónuverndarlaganna að þá að finna meginreglur gæði, gagna og vinnslu og þessi ákvæði má segja sé hornsteinn evrópskrar persónuverndarlöggjafar. Og það í rauninni reglurnar það að upplýsingar skulu unnar á sanngjarnan og lögmætan hátt og ekki unnar án vitundar hins skráða nema það sé sérstaklega heimilað í lögum. Og það ekki oft sem það Og það mikilvægt fyrir ábyrgðaraðila átt að sjá þessu sérstaklega í því ljósi að skynjanir sem Internet of Things byggja mörgulit á einmitt hannað með það í huga að trufla ekki notendur og þar með og í rauninni þar af leiðandi vitar mjög oft ekkert tilvist þeirra. Og einnig segir upplýsingar skulu unnar í skýrum, málefnalegum og lögmæltum tilgangi. Það mikilvægt að ákvarða tilgangu vinslunar í upphafi áður en vinsla hefst. Og skyndilega breytingar á söfnun, miðlun eða annarri vinslu eru því erfiðar og fyrirtæki, það mjög mikilvægt að þau hafi góða yfirsýn yfir viðskiptalíkan sitt og það vinslu sem fyrirhugað að framkvæma. Og síðan það má alls ekki varðveita þessar upplýsingar lengur heldur nauðsynlegt og þessu þurfa hagsmunaaðilar að huga að hverju sinni. Nú fræðsluskylda hvílir á sérhverjum þeim hagsmunaaðila sem vinnur með persónuupplýsingar einstaklinga og hana þarf að veita á skýran og skilmerkilegan hátt í samræmi við fyrrnefnd skilyrði sanngjarna vinslu. Og fræðslun að veita ólíkan hátt, það hægt til dæmis að vera með einhvern búnað á tækinu sjálfu, með birtingu á sprettiglugga eða með annar aðferð. En sérhver hagsmunaaðili, hann ber jafnframt ábyrgð á því að tryggja öryggi þeirra persónuupplýsinga sem hann vinnur með. Ábyrgðaraðilunum ber þannig að gera skipulagslegar og tæknilegar öryggisráðstafanir í samræmi við eðli þeirra upplýsinga sem hann vinnur með og aðstæður að öðru leyti. Og það ekki nóg að segja við erum búin að gera þetta þarf að vera skjalfest og skjalfesta þarf upplýsingaöryggi og það þarf að vera með skjalfesta öryggisstefnu, skjalfest áhættumat og val á öryggisráðstafanum. Og þá einnig mikilvægt að tryggja öryggi hins stafræna vistkerfis Internet of Things í heild sinni til dæmis með sameiginlegum alþjóðlegum stöðlum, eins og hér hefur nefnt fyrir morgun.
Réttindi hins skráða. Öllum ábyrgðaraðilum að vinnslu persónuupplýsinga ber að virða réttindi hins skráða lúta rétti til aðgangs að upplýsingum sjálfan sig. Einstaklingar eiga þannig rétt á skýrum og skilmerkilegum upplýsingum það hvaða upplýsingar þá unnið með og í hvaða tilgangi og hvaðan þær koma. Og það í rauninni mjög mikilvægt talið að veita notendum aðgang að svokölluðum hrágögnum sem eru skráð á tækjum og búnaði Internet of Things, að því að slíkt geti gert notendur kleift að skipta til þessum þjónustuaðila og sjá líka hvers konar upplýsingar það eru dregnar út eða unnar út úr hrágögnum. Og aftur þá það réttur einstaklingsins, hann skiptir miklu máli og þeir eiga rétt á að afturkalla veitt samþykki og mótmæla vinnslu ef ákveðin vinnsla þá fer fram til dæmis. Og það ekkert að afsaka sig með að segja að tæknilega, skipulagslega þá sé þetta bara ekki hægt. Það gengur ekki samkvæmt löggjöfinni. Og afturköllunarmöguleikar ættu það að vera til staðar og ná til allra upplýsinga sem af tilteknu tæki og búnaði og tiltekinna flokka upplýsinga sem safnað af hverjum eða hverju sem og tiltekinnar vinnslu, sem bæði úr einstaklings og skrefa mæla hætti. Þannig að staðan svo Internet of Things gerir ráð fyrir að tæki og búnaði tengist internetinu og safna með upplýsingum yfir netið. Og þá ættu ábyrgðaraðilar því að bjóða upp á þann möguleika fyrir einstaklinga að slökkva á nettengingu tiltengis tækisbúnaðar sem veldur því að hlutinu verður ótengdur eða án tengingar við net eins og upphæðlegur hluturinn í rauninni býður upp á. Til dæmis að slökkva á snjallúrið þannig að það virki einungis sem hefðbundið armbandsúr. Það rauninni þetta stöðuga, þessi stöðuga leit að þessi stöðuga tenging, hún þykir mjög viðsjárverð í rauninni. En þá erum við í rauninni komin að tillögum 29. grunahópsins. Það ekki tími hér til þess að fara yfir þar, en þetta í rauninni mikilvæg tillögur sem settar til allra framkvæmdar eða hagsmunaaðila, til að framkvæma mata áhrifum vinnslu á friðhelgi áður en unnið með persónuupplýsingar eða þeir eru unnið með þær á nýjan hátt, eða hrágögnum þegar búið að taka saman gögnin og huga að meginreglum innbyggð og sjálfgefna friðhelgi og valdefling notenda skiptir miklu máli og í rauninni að fræðsla til notenda og öflun samþykkis og möguleiki á banni við vinnslu. Þetta þarf alltaf að vera notendavænt og skiljanlegt og þetta í rauninni mjög leiðbeinandi fyrir þá sem á þurfa að halda og ég hveti ykkur til þess að í rauninni að kynna ykkur þetta. Ný reglugerð persónuvernd. Ég komin langt með tíman, margt sem þurfti að segja það og við vantilega munum hreinlega bara taka það fyrir öðrum vettvangi betur síðar. En það sem ég vil kannski bara rétt núna segja það að við erum að tala löggjöf sem leggur mikla kröfur á ábyrgðaraðila sem að vinna persónuupplýsingar og þetta löggjöf sem alveg að fara að koma. Hún að koma eftir svona tæp 2 ár eða 2 ár í Evrópu og við munum vantilega innleiða hana eins fljótt og mögulega hægt að gera samkvæmt EES-samningnum hér. Og gildissvið reglugerðarinnar það aukið, það nær til fleiri aðilar en áður. Til dæmis, það eru tölvuskíin, þau verða tekin undir þetta og það verður hægt að fara til IP-talna. En ein stærsta breytingin í rauninni það að það gerða kröfur til hönnuða og framleiðenda tækja og búnaðar og það í rauninni það að skylda í upphafi að byggja vöru sína þannig að þær séu útbúnar friðhelgis og öryggistillingum algjörlega frá upphafi. Þannig ef ég segi þá ensku privacy by design og privacy by default. Og ábyrgðar og vinnsluaðilar þeir munu til dæmis einungis þurfa að leita til einnar stofnunar þótt að vinnslan fari fram einhvers staðar annars staðar á Evrópu og einstaklingar geta snúið sér til persónuverndarstofnunar í sínu heimalandi óháð því í hvaða landi vinnsla þeirra fer fram annars staðar í Evrópu. Þannig að það eru í rauninni mjög miklar í rauninni ný verkefni má segja sem bíða persónuverndar út af þessari nýju löggjöf og hún ágætt að taka fram, hún svokölluð Evrópureglugerð en ekki tilskipun það því það við þurfum að taka hana orðrétt upp. Það eru engar undanþágur. Sektarheimildir, þær verða stórauknar og við viljum helst ekki að fyrirtæki sé að lendi því að vera sektu fyrir eitthvað sem þeir hefðu getað lagað í upphafi, við bara kynnt sér málefni persónuverndar en þetta eru stígareglur sem þarf að fylgja og ef fyrirtæki fari ekki að persónuverndarreglunum að þá hægt að sekta þau alltaf 20.000 milljónir evra eða 4% af árlegri heildarveltu fyrirtækja. Þau geta verið gríðarlega upphæðir. Og
Ég ætla bara rétt að nefna að afturköllun upplýsinga og eyðing, það að vera að styrkja rétt einstaklinga fyrir það, auka gagnsæi þeirra, auka möguleika einstaklinga að stjórna sínum eigin upplýsingum. Það þarf samþykki foreldra þegar unglingar ætla að fara á netið, Facebook eða annað, það ákveðin aldursvið með þar. Nú síðast en ekki síst þetta að nefna áhugaverðan í rauninni rétt til að gleymast og þá hægt að fá ákveðnum leita niðurstöðum 1 þetta nýlega fallin dómur Evrópudómstólsins og væri áhugavert að segja eitthvað meira hann en ég verð að eiga það held ég bara hreinlega inni. Þannig að lokum að þá vil ég bara nefna það að Internet of Things hefur í för með sér umtalsverðan ábóta og tækifæri fyrir fyrirtæki og einstaklinga. Nú þegar hafa vörur og kerfi verið sett á markað með góðum árangri sem byggja á magngreinandi sjálftækni og sjálfvirkum stillingum hverskyns kerfa búnaðar fyrir heimilið verið komið í raun á framfæri. Þannig að þetta gott og blessað en í þessum tækifærum þá felast miklar áskoranir sem ég hef að einhverju leyti farið yfir og spurningar vakna áhættu sem felast í öryggisveikleikum tækja og kerfa og óheimilum aðgangi að upplýsingum sem safnað og unnið með. Og það alveg ljóst að við erum að tala búnað sem getur raska friðhelgi notenda á ágenginn hátt og það getur orðið ólögmætt rafrænt eftirlit með einstaklingum að ræða. Og þetta eru atriði sem allir hagsmunaaðilar sem hyggjast vinna persónuupplýsingar með aðstoð Internet of Things þurfa nauðsynlega að huga að. Þannig að Internet of Things krefst þess ekki eingöngu að tæki og búnaður samrýmis lögunum en það þarf líka að hugsa þetta en starra. Það þarf að hafa í huga áhrif þessara tækni á samfélagið í heilsinni, samfélagið sem við viljum búa í og vera ánægð með að búa í. En að efla einstaklinga með því að halda þeim upplýstum, frjálsum og öruggum, það lykillinn að því að styðja við traust og nýsköpun. Þannig að við viljum meina að þessar auknu kröfur persónuvernd þær eru á engan hátt að koma í veg fyrir nýsköpun, heldur þvert á móti þau fyrirtæki sem að ætla sér að innleiða þessar nýju reglur með góðum hætti munu án efa njóta velgengni á þessum mörkum umfram önnur fyrirtæki. Og fyrirtæki sem setja friðhelgi einkalífs og verndun persónuupplýsinga í fararbrodd við vöruþróun eru þau fyrirtæki sem Evrópubúar munu vilja versla við. Takk ykkur fyrir.